Gunnar, það voru væntanlega fagnaðarfundir hér í búðinni í morgun þegar hún komst með nýjan fugl í búrið. Segðu mér aðeins frá því. Já, þetta var mjög sérstakt. Hún náttúrulega búin að gera 2 tilraunir til þess að fjölga sér svona á eigin spýtur. Það er að segja hún búin að verpa 2 og þær voru búin að hafa samband við mig stúlkurnar hérna fyrir norðan og biðja mig að útvega karl. Og ég náttúrulega varð að svara þeim eins og ástandið væri að það væri litlar líkur á því að það væri til nokkur karl af landinu. En svo gerist það í síðustu viku að það kom karl upp í hendurnar á okkur og það var ákveðið að fljúga með hann norður og sjá hvort að það tækist að ná ástum þessara fugla. Og hvernig brást hún við í morgun? Hún fór nú strax að athuga hvað þetta væri sem að þarna væri nú komið inn í búrið og hann sneri til varnar eins og að hún væri að ráðast á hann. Hún færði sig strax frá honum. Það tók hann smá tíma að jafna sig og hún var svona að horfa á hann úr fjarlægð. Við vissum það að eftir seinna varpið hjá henni að þá hafði hún mist áhugann á því að snyrta sig mikið en eftir að kallinn var kominn að þá fór hún strax í að punta sig. Og við höfum svo sem verið að horfa á það að kallinn hefur farið í svipaðar stellingar að snyrta sjálfan sig. Hann er glæsilegur. Þetta flott og kallinn. En hvernig meturðu stöðuna? Hvernig líst þér á að þetta takist að ná saman? Ég tel líkurnar nokkuð góðar. Hún er allavega leitandi og það er nú oftar að það er ekkert erfitt að fá karlpenningi til. Nei. En hvort að ástir takast er ómögulegt að segja. Við vonum bara það besta. En hún er allavega komin á séns. Hún er komin á séns, já, og við áttum ekki vonið að það myndi takast. Þannig að þetta er einstaklega fallegt afbrigði líka og já, ég bara vona að þarna komi ungar í sumar. Hvaða tegundir eru þessir fuglar? Þessir fuglar heita Red-winged parrot og ef þú googlar þá eins og allir gera í dag þá fáum við nú tiltölulega litlar upplýsingar þá. Þeir eru frá Ástralíu og eru á nokkuð stóru svæði þar, þannig að þeir virðast ekki verið neinni útrýmingarhættu og þótt þeir séu fáir hérna þá eru þeir hérna, þá ættu þeir ekki að vera vandamál að fjölga þeim. En þeir eru, þessi tegund getur ekki lært að tala. Þeir gefa frá sér ákveðin svona skrækhljóð, hálf blísturshljóð. Og svo eru þeir líka einn af þessum, það eru margar fuglategundir reyndar sem að fólk áttar sig ekki á að eru líka skordýraætur. Og fyrir þá fugla þá nátt þetta einfaldast bara að gefa hérna hvolpamatinn sem er ríkur af dýrapróteini, sko. En það þarf yfirleitt þegar að þú ætlar að ná pari í varp að þá þarf að dekstra þá. Þannig sagði ég stúlkunum að bjóða þeim upp á fræstangir og kál og svona ýmislegt góðgæti. Fuglar eins og mörg önnur dýr sem að lifa hérna villt og geta ekki farið til velferðarstofnana eða neitt slíkt, að þær meta velgengnina eftir úrvali fæðunar. Og fugl sem að sér að það er nóg af góðgæti að borða, hann velur þann tíma til þess að fjölga sér. Nú getum við farið af stað, sko. Hann er búinn að færa þessu stað, kannski er eitthvað að gerast. Aldrei að vita, hann er allavega forvitinn, hann er mikið að fylgjast með þessu. Það tekur hann örugglega smá tíma að átta sig. Hún er svona hálfpartinn í fílu, en hún var á fullu að snyrta sig þarna áðan og þau eru svona farin að skoða hvort annað. Þannig að þetta kemur.
Þetta er spennandi. Já.